Grunnlína og hæð jafnarma þríðings er 20 cm hvort tveggja. Það er að segja, grunnlínan hér er 20 cm og hæðin hér úr toppnum C og niður er 20 cm eins og sést hér. Ég beðin að reikna flatarmál og ummál litaðasvæðisins. Byrjum að átta okkur á því að til að finna flatarmálið þá þarf ég náttúrulega að finna flatarmál þessa þríðings hérna og svo finna flatarmál rétthyrningsins og draga hann frá. Þá stendur eftir flatarmál litaðasvæðisins. En ég á líka að finna ummálið og ummálið gengur út á að finna lengd allra hliðana hérna. Ég veit sumar en alls ekki allar. Þannig að ég ætla að byrja að finna þær sem ég þarf að finna og það mun reyndar hjálpa mig líka við að finna flatarmálið vegna þess að ég veit til dæmis ekki þennan stubb hér sem er þá jafn langur þessum hér sem er merktur X og ég veit ekki heldur skálínuna BC eða skálínuna AC sem er reyndar jafn langar. Þannig að byrjum á því að finna þessar hliðar. Nú, ég ætla að byrja á því að teikna hæð hérna niður í miðjuna á grunnlínunni og nota þríðningin sem verður hérna til hægra megin. Það er að segja 20 cm langri hlið, 10 cm langri og svo kemur skálínan hér. Þannig að hér er sá þríðningur hérna og ég ætla að finna þetta horn B. Þá er ég búinn að teikna hérna þríðningin og hæðin er 20 cm og þessi grunnlína hér er 10 cm. Finnum hornið. Að því þetta er aðlag og mótlag hlið þá er ég að fara að nota tangesinn og að þetta er hornið sem ég er að leita að þá nota ég -1 útgáfuna af formúlunni og það er þá mótlaga hliðin deilt með aðlagri og ég finn út að hornið er 63,43 gráður. Nú ætlum ég að nota þessar upplýsingar í að finna þessa hlið hér, þetta X. Þá horf ég á þennan þríðning hér. Ég veit nefnilega bara eina hlið en ég veit núna orðið 2 horn sem þýðir ég veit raunur 3. En ég veit þetta horn B og ég ætla að standa í því og þá veit ég aðlaga hliðina en ég ætla að finna mótlaga hliðina. Hér er það sett upp í bláa þríðningnum og ég notaði náttúrulega tangesinn aftur til að finna mótlaga hliðina. Margfalda með 2,5 báðum megin til þess að losna við það hérna hægra megin og fæ þó út þegar ég reikna 2,5 sinnum tan af 63,43 að fyrirgefðu þessi mótlaga hlið er 5 cm. Ljómandi. Ég er þá komið með þennan stubb hér. Það eina sem við vantar núna eru þessa skálínur AC og BC. Ég nota þá þennan þríðning sem ég var með í byrjun. Það er að segja, ég teikna hæðina hérna nú úr C og hinga niður á miðja grunnlínuna og ég horfa á þríðningin hérna 10 cm og svo 20 cm og ætla þá notandi að finna þessa langlið hér. Eins og sést hérna. Hæðin 20 cm, grunnlínan 10, finnum langliðina. Að því ég veit 2 hliða þá nota ég náttúrulega Pýþagóras og ég ætla að finna þessa langlið. Það er þá skammhliðarnar lagðar saman, báðir í öðru veldi og svo er tekinn kvadratrót af útkomunni og ég fæ út að C er jafnt og 22,36 cm. Það á að standa centimetrar hérna. Þannig að nú veit ég allar hliðarnar í þessu fyrirbæri og það mun hjálpa mér til dæmis að finna flatarmálið en líka ummálið. En byrjum á flatarmálinu. Flatarmál stóra þríðningsins hérna er grunnlína sinnum hæð deilt með 2. Grunnlínan er 20 cm, hæðin er 20 cm, margfaldum það saman og deilum með 2. Ég fæ þá út að flatarmál þessa þríðnings er 200 fercentimetrar. Finnum núna flatarmál þessa rétthyrnings og drögum það frá eða snarasta. Formúla rétthyrningsins er lengd sinnum breidd og það er þá 15 cm sinnum 5, lengd sinnum breidd og ég fæ út að flatarmál rétthyrningsins er 75 fercentimetrar. Drögum hann frá 200 fercentimetrunum og þá fæ ég út að flatarmál skíðasvæðisins er 125 fercentimetrar. Þá skulum finna ummálið. Ummálið er eiginlega bara það að þú lappar hringinn í kringum fyrirbærið. Það er að segja, byrjar á einu stað, svo lappar alla hliðalínurnar og endar heima. Og ef ég byrja hérna í punktinum A, þá þarf ég að lappa fyrst 2,5 cm,
svo upp 5, svo 15, svo niður 5, svo aftur 2,5, svo þegar ég labba þessa skálinu hérna BC og hún 22,36 og svo labba ég aftur niður heim í A-punktinn, það aftur 22,36. Þannig ég legg saman allar þessar vegalengdir hérna og fæ þá út að ummálið 74,72 cm.